Þar sem ekkert rafmagn er að hafa, ræður gangur sólarinnar því hvenær fólk rís á fætur og leggst til hvílu. Í dagrenningu eru íbúar Msaka-þorpsins á bökkum Malavívatns komnir niður í flæðarmálið til daglegra skylduverka eins og að þvo potta, fötur og bala. Lítil börn busla í vatninu og konur standa bognar við hreingerningu á börnum, eldhúsáhöldum eða einhverju fatakins sem þarf að skrúbba skítinn af. Úti á spegilsléttu vatninu vagga bátarnir letilega og heita nöfnum eins og Danmörk, Spánn og Arsenal. Fáir fiskimenn réru út á miðin nóttina sem var nýliðin. Stormur 2 dögum áður boðaði ekki góða veiði og því er tíminn notaður til viðgerða á veiðarfærum. Netin eru smáriðin og ofveiði er gamalt og nýtt vandamál sem leiðir til þess að smám saman dregur úr veiðum. Malavar mega ekki við því að missa þessa mikilvægu matarkistu. Malaví er hið heita hjarta Afríku, segir í landkynningarbæklingum og íbúarnir hafa með hlýlugu viðmóti sínu fyrir margt löngu fært sönnur á að landið þeirra stendur algjörlega undir þessari nafngift. En hitinn fer heldur ekki fram hjá neinum hvítingum sem trufla morgunverk íbúa Msaka. Klukkan ekki orðin 6:30 og hitastigið rétt undir 30 gráðum. Fyrir hádegi verða þær orðnar fleiri. Nóvember er sumarmánuður hér á suðurhveli jarðar. Svona er lífið, segir á einum eintrjánungi í fjörunni. Já, svona er einmitt lífið í byrjun dags í fiskimannaþorpi við Malavívatn, en Íslendingar hafa löngum gegnum Þróunarsamvinnustofnun Íslands lagt áherslu á stuðning við samfélögin við stóru stöðuvötnin í Afríku, Viktoríuvatn í Uganda og Malavívatn í Malaví. Við Íslendingar höfum hjálpað til við fiskveiðar og heilsugæslu, við öflun á hreinu drykkjarvatni og betri salrætnisaðstöðu, stutt við menntun barna og fullorðinna og svona mætti áfram telja upp stuðning við grunnþjónustu í 25 ára samstarfssögu Þróunarsamvinnustofnunar við íbúa Malaví. Íbúar Msaka þekkja vel til Íslands og ICTA eins og Þróunarsamvinnustofnun er þekkt í Malaví. Með fjárhagslegum stuðningi íslenskra skattgreiðenda reisir upp myndarlegur grunnskóli fyrir mörgum árum sem hefur breytt miklu í samfélaginu og fegurðin er engu lík.